Halló og velkomin aftur í Minecraft á íslensku. Við erum búin að hlaða námugeislan okkar og núna er komin tími til þess að setja allar þessar rosalega sniðu og skemmtilegu uppfærslur í hann. Við munum reyndar þurfa að hlaða hann aftur af því að við erum að fara að tífalda batterið í honum. En við einfaldlega opnum hérna vinnuborðið fyrir námugeislan, setjum hann hér inn og það er bara nóg að hætta shift og klikka til að setja allar uppfærslurnar. Og við skulum fara aðeins yfir hvað það er að gera því að við munum vera að nota námugeislan alveg svolítið í framtíðinni. Allavega þangað til ég get búið til eitt annað tæki sem að mér finnst persónulega stælar að nota, en það er mun erfiðar að búa til. Þannig að hérna með uppfærslunni 3x3 þá getum við grafið 3x3 kubbum í staðinn fyrir bara einum. Við erum með Fortune sem þýðir við fáum meira úr kubbum sem við brjótum. Við erum með Efficiency sem þýðir við brjótum kubba hraðar. Við getum sett niður fría kyndla þegar við notum námugeislan einhvers staðar þar sem er myrkur. Range, við drífum lengur með geislanum. Við erum með segul sem þýðir að allir kubbarnir sem við brjótum fara beint inn í bakpókan okkar í staðinn fyrir að bara detta á gólfið. Við erum með void eða svona svarthols uppfærslu sem leyfir okkur að eyða einhverju eins og bara sko cobblestone eða einhverju þannig eitthvað svona sem við nennum ekki að fá alveg miljón skrílón endalaust af, og svo þetta batterið sem að eykur batterið ekkert smá mega rosa mikið sko. Þannig að núna gætum við aftur farið sko og beðið bara ógeðslega lengi eftir því að hann hlaðist alla leið upp í 10 milljónir. En það mun taka rosalega langan tíma að því að við erum ekki alveg með jafn mikla orkuframleiðslu og við myndum vilja. En við getum samt við erum með meiri nóg fyrir 1 milljón, þannig að við getum alveg farið og ef við höldum shift inni og hægri smellum þá getum við kveikt eða slökkt á alls konar dóti. Við getum bætt við sem sagt sko, við getum bætt við hlutum sem við viljum ekki fá í gegnum kubbin, og þannig tókum við út næstu í kubbagólfinu. Við ætlum að vera með 3x3. Við ætlum að við getum annarkvæmt minkað kubbana eða látið þá svona hverfa í raun og veru. Ég held við látum það á hverfa í bili. Það er samt eitthvað bilað með, sjáðu, og það lítur svolítið asnalega út. Þeir fá einhverju svona mynd í sig. En það er að því að ég er alveg til í það að því að við erum, og sem er að láta leikinn líta svo vel út, annars að þetta er ekkert að fara að trufla mig held ég sko. Þannig að við ætlum að lækka eins í geislanum, við ætlum ekkert að hafa hann eitthvað brjálaslega háværan í raun og veru sko. Við drífum alveg 20 kubba í burtu. Þannig að það sem ég held að við gerum bara núna er að við höldum af stað út í þennan fallega morgun. Og ég dýrka útlitið á þessum Minecraft byrjapakka bara og hvað þetta verður ekkert smá flott þegar það er búið að byggja meira af bænum og við erum komið með fullt af fólki sem á heima hérna og við erum komið með verði og dýr og alls konar dót sem verður komið á stað. Við munum gera rosalega mikið nefnilega í þessum heim og ég er ótrúlega spenntur fyrir því. Ég held að við byrjum bara á því að grafa út stórt og mikið herbyggi bara hérna niðri einhvers staðar, svona það sem að þetta er tiltölulega aðgengilegt. Við sjáum það á kortinu okkar og við sjáum það ekki almennilega, en jú, við sjáum það svona hér er að, hvað gerir ég nú? Ég opnaði eitthvað allt annað. Er að hér getum við bara byrjað að grafa, þannig að ef við gröfum bara aðeins svona til þess að fá sko réttu stærðina, þá getum við bara sjáu hvað þetta er þægilegt. Við bara gröfum einhver massíft löng göng og hún býr til þessi litlu bláu ljós sem heita Miner's Light eða námuljós. Og við getum bara keyrt af stað í að grafa alls konar. Og þetta er nefnilega alveg jafn gott, ef ekki betra í að grafa kubba og svona demantshaki. Þannig að við þurfum rosa lítið að pæla í verkfærum núna, þangað til eins og ég sagði í síðasta þætti, þangað til ég bý til eina nýja tegund af hérna. Núna erum við komið næstu í gegnum fjallið sko. En þetta mun vera einfaldasta leiðin fyrir okkur til þess að safna alls konar dóti. En núna erum við að safna rosa mikið að grjóti
og öðruvísi cobblestone og eitthvað þannig og ég náttúrulega vil ekkert vera að safna því með mikið þannig að ég vil henda sem sagt grjóti, ekki mold af því við munum nota hana, við okkur vantar ekki granít og ekki öðruvísi tegundar cobblestone, þetta ekki eitthvað sem okkur vantar í raun og veru og við fyllum alltaf bara töskuna eða bakpokkan okkar bara kvissbang sko á þessu sko. Eins og að við erum næstu búin að nota 100.000 þannig að hann notar alveg svolítið mikið orku. Við getum reyndar sko slögt á eins og sko við viljum eiginlega ekki slökka á neinu þannig að við skulum bara halda áfram að nota þetta eins og við vorum að gera. Sér þannig að tókum við út kyndilinn hjá okkur aftur. En svo held ég nefnilega að það sem ég þarf að gera næst að einfaldlega grafa eina djúpa holu alveg lengst ofan í jörðina og byrja að gera risastórt herbyggi sem að sjáu við erum alveg bara og sjáu, núna erum við sko, núna getum við sko við getum hent hérna öllu þessu grjóti hér sko, við munum ekki þurfa á þessu að halda ef við okkur vantar grjót þá getum við alltaf bara hlaupið niður sko og gripið meira sko þannig að það sem við ættum að koma í ljós núna sko hvað ætli hafi orðið að úps ég að taka sérst ekkert nema Bittu nú hægur hvað ég? Nú held ég sé að gera eitthvað villust það fekk ég 6 járn, já. En hvað varðum mölin okkar? Af hverju sé ég mölina ekki í... Nei, við erum ekki með neitt bakpoka eða nokkuð? Nei, ekki ennþá. Þannig að... Já, ég veit ekki hvað var það... Við verðumst vera að fá allt, en ég veit ekki hvað mölin gerði. Hún fór ekkert. Ójá, við þurftum svo sem ekkert möl heldur í raun og veru, sko. Þannig að við gröfum út svona ágætlega breiða holu. Og hvað við erum miklu fljótar að þessu. Ég var svoleiðis í marga klukkutíma að grafa eftir sko demöntunum og allir sem að þurfti fyrir þessa græju sko. En núna þurfum við ekki einu svona að pæla í því sko. Þannig að núna get ég bara að fara að losa mig við þessi járnverkfæri. Og við skulum bara klára að grafa aðeins meira hérna, við getum grafið út næstu línu hérna, sko. Svona, við getum staðið hérna og bara bjú. Þetta bara eitthvað sem við getum gert. Núna í hvert skipti sem okkur vantar eitthvað dót, að það bara alveg mergjað. Þangað eitthvert fór. Ölinn bara birtist ekki í... Bara birtist hvergi. Það er grjót hérna, við þurfum ekki... Ég held ég væri búinn að setja... Alltaf við erum ekki að taka... Ég veit ekki alveg hvað ég að gera hérna, sko. Ég hlýt að vera... Sko, ef við... Núna segjum við grjót. Ég eitthvað að gera þetta heillust, sko. Þannig að... Grjót hérna. 56. Núna erum við að taka upp alveg miklu meira grjóti. Ef ég set... Blacklist, þá ættum við ekki að taka upp grjót, sko. Við erum með tinn, hvað erum við mikið tinn? Við erum með 6. Nú erum við komið með 8 tinn. Ekkert meira grjótinu, sko. Við erum samt ennþá að taka upp hérna eitthvað nice cobblestone. Þetta eitthvað pínundalegt, sko. Ég aðeins að læra á þetta, ég ekki búinn að nota þess að græði það mikið. En við verðumst vera að grafa alveg bara búbidi búb eftir þessu, sko.
En vandamáli við það að grafa svona rísastóra holu ofan í jörðina sem að ég hafði bara hugsað mér að gera í raun og verið bara beint hérna sko. Getum bara komið labbandi niður hóluna sem við erum búin að búa okkur til hérna sko. Og bara á þægilegan og einfaldan máta eins og það. Við getum bara rölt hérna til. Sjá, hvar komum við niður? Við komum niður. Komum við týnaði núna? Hjálp, ég er fastur, ég er týndur í. Nei, hérna sko. Þú veist, við getum bara grafað hérna niður bara hérna. Búbidi-búb sko. Beint og í jörðina bara svona. Ekkert mál. En auðvitað er þetta vandamál fyrir okkur að komast upp úr hólunni síðan. Af því að það er frekar leiðilegt að búa til einhverja massífa hólu sem að við þurfum að sko klifra upp úr í hvert einasta skipti sem að við ætlum að fara aftur heim sko. Þannig að þá er málið hjá okkur að búa til jetpack. Við þurfum þrjú af tinn, við þurfum stál, við þurfum basic control circuit sem þarf alveg, þú veist, sem þarf einhverjar maskinur og einhverjar vélar og eitthvað dót sko. Við þurfum gastank sem þarf osmium og einmitt róðsteinsduft. Þannig að ég held að þetta sé bara kjörið tækifæri til þess að halda aðeins áfram að grafa. En að svo bara líka, maður sé, ef við hlaupum bara hérna aðeins neðar í. Og við getum líka farið bara neðar í hellinn. Maður er meiri líkur á að finna eitthvað gúmmelaði. Bara halda áfram að grafa hérna bara, sko. Svona. Haldið áfram hérna. Og við eigum ekki að fá neitt aukagrjót. Er komið hyggsta allt í henni? Hvaðan kom hann? Við erum ekki að finna neitt hérna maður. Ekki neitt. Smá járn og kopar og eitthvað svona sko. Og tín, jú, smá tín hérna. Skemmtilegt. Og gott. Svo getur við breyttið aftur í einn sko. Bara til að taka þennan eina stakakupp hérna. Inni aðeins hérna, breytum aftur í 3003 og hann er alveg að verða batterislaus. Held að næstu skref væri bara leið að vera batterislaus, þá skulum við bara halda aftur heim. Ó, halló, herra laumupúki. Það ert þú að gera þarna? Ég segi hæ við þig. Hérna erum við komin í einhvern part af göngunum sem ég var greinlega ekki búin að skoða. Okay. Mátt að klálega betra sverð líka bara hérna. Haha, þeir sprungu en við erum nálagt bænum okkar. Þannig að ekkert vandamál með það. Ok, hérna erum við alveg, jú, hérna er fullt að dóti sko. Eir og alles, við þurfum setna meira tín. Meira tín og tveimur mismunandi svona mótum fyrir manga. En já, núna erum við sko, við eigum bara pingu lítið af orku eftir í geislanum. Við munum þarf að fara aftur heim og hlaðan í svolítið lengri tíma heldur en hérna milli þátta síðast. Af því að við þurfum að setja 10 milljónir í að núna í staðin fyrir bara eina. Það mun taka lengri tíma. Það hérna smá bitumen. Þetta er notað til þess að bitumen er bara einfallega bara notað til þess að búa til malbygg sem er nú svolítið spennandi. Ég langar að búa til malbygg þegar við förum að stækka bæinn okkar en eins og þá vantar okkur ekki malbygg sko. Og við fáum meiri segja experience eða við erum að brjóta hlutina saman sundur sko með geislanum. Bara meira snild. Ok, hérna getum við farið hleypið aftur í gegnum göngin og hann er eiginlega alveg búinn með batterið sko. Þannig að núna held ég sé bara snild að fara að halda aftur tilbaka ef ég rata tilbaka, það er að segja. Ef við munum regluna úr síðustu þáttum, þá er það svo lengi sem að kyndlarnir eru á vinstri hönd og þá erum við á leiðinni út. Þannig að vinstri hönd, ok. Vinstri hönd, núna erum við á réttri leið, skal ég segja ykkur. Er ég átt að snild vinstri hönd. Þarna er útgangurinn. Robert. Þannig að þá held ég að sé málið að leggja af stað
í næsta ævintýri. En það flogið. Sjáumst þá. Bye.